ætlum að snúa okkur að Evrópumálunum sem nú ekki á síðasta kjörtímabili var nú ansi veigamikið. Einfaldlega spurningin, hver stefna ykkar framboðs í því máli varðandi aðildarviðræður að Evrópusambandinu og hvar ef einhvers staðar í því ferli ætti þjóðaratkvæðagreiðsla að fara fram? Fáum að heyra frá Viðreisn. Já, það alveg ljóst og þjóðin þarf núna að fá tækifæri til þess að fá loforðið sem var reyndar svikið á þessu kjörtímabili upp í hendur, þannig að þjóðin fá tækifæri sitt til þess að marka skýra línur í ESB-málinu. Það er gríðarlega mikilvægt, þannig að það er stefna okkar hjá Viðreisn að þjóðin taki næsta skref að við höldum áfram með viðræðurnar eftir að við erum búin að fá umboð þjóðarinnar til þess. Hún verði spurð að því hvort að við eigum að halda áfram með aðildarviðræðurnar. Við erum þeirra skoðunar og það er til hagsbóta fyrir þjóðina. Við munum tala fyrir því, gagnvart þjóðinni, að við höldum áfram með samningaviðræðurnar til þess að sjá hvað út úr þeim kemur. Og það skiptir gríðarlega miklu máli, ekki síst í ljósi þess, horfum til Brexit, sjáum til dæmis, þar er niðurstaða sem að við virðum öll. En hvernig talaði unga fólkið þar? Hvernig talaði það? Næstu því 70% af unga fólkinu, 25 ára og yngri, vildi halda áfram samstarfi við Evrópu. Af því unga fólkið í dag, það horfir einhvern veginn á heiminn allt öðruvísi en við sem erum aðeins eldri og miðaldra. Þannig að ég held að það skipti miklu máli að við setjum og veitum þjóðinni tækifæri og fólkinu okkar tækifæri til þess að fá valkost á borðið, fyrst með því að halda áfram og spyrja þjóðina hvort að við eigum að halda áfram og síðan að bera samningin undir þjóðina. Það skiptir mjög miklu máli þessi tveir vendlar að þjóðin fái þessi tækifæri þannig að við getum haldið áfram að tala svolítið um framtíðina. Og það er galli við þessa umræðu að það hefur ekki mátt kannski tala mikið áfram um Evrópusambandið að því leytinu til að þetta er svo víðfeðmt mál. Við erum að tala um hvers konar alþjóðasamstarf við tökum þátt í. Hvar við ætlum að vera staðsett meðal þjóðanna? Ætlum við að vera svona einangrunarmegin, þjóðernishyggju-megin eða ætlum við að halda áfram að vera í frjálsu sambandi við Evrópuþjóðir og aðra þjóðir til þess að svona byggja upp umhverfi fyrir ekki síst börnin okkar. Getum við ekki skýrt svar við því? Vill Viðreisn ganga í Evrópusambandið eða ekki? Viðreisn vill fá samningin á borðið. Það er einfaldlega það sem Viðreisn. Við viljum klára viðræðurnar, við viljum að þjóðin kjósi. Mér finnst mjög líklegt og það sem Össur var meðal annars að draga fram, mér finnst mjög líklegt að við náum hagfelldu samningi. Við værum ekki að þessu eins og áður hefur verið sagt á ágætu fundið, við erum ekki að þessu að því við höldum að koma eitthvað drasl út úr þessu, alls ekki. Við höldum að sá samningur sem verður lagður fyrir þjóðina, hann verði þessi samningur sem ýtir undir frjálslyndi, ýtir undir frjálsviðskipti og frjálsa för fólks og eykur tækifæri bæði atvinnulífsins og unga fólksins í landinu. Þannig að já, ég trúi á það að við náum góðum samningi, en það er á endanum alltaf þjóðin sem ræður, þannig er það. Guðlaugur Þór, þið lofuðu hátt og skýrt fyrir síðustu kosningar að það yrði þjóðaratkvæðagreiðsla um þetta mál, en það var pólitískur ómöguleiki sem kom í veg fyrir það. Hver er afstaðan núna fyrir þessar kosningar? Ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum Evrópumál og ég held að við ræðum þetta akkúrat á þessum forsendum frelsisins. Það sem við erum að gera núna, vegna þess að við erum ekki í Evrópusambandinu, þá erum við að auka viðskiptafrelsi í landinu. Við gætum ekki gert það eins og kom fram ágætlega hjá okkur áðan í kynningunni ef við værum í tollabandalagi. Þetta þarf fríverslunarsamningi við Kína til dæmis? Við Kína, líka það við vorum að afnema tolla. Ef við myndum þarna færum inn í Evrópusambandið, þá þyrfti að hækka tollan aftur. Við þyrftum líka að fjölga starfsmönnum tollsins nokkur hundruð. Og þetta er í gögnum sem kemur frá síðustu ríkisstjórn og setja gríðarlega fjármuni í að búa til flókna tollakerfi sem er inn í Evrópusambandið. Og ég er voðalega erfitt með að ræða þessi mál, öðru sinni út frá því að við vitum öll hvað Evrópusambandið er. Það er þarna til staðar. Og því miður talandi um unga fólkið, og þetta eru vini okkar í Evrópusambandinu, þetta eru okkar nánustu þjóðir og það skiptir máli hvernig gengur hjá þeim. Því miður þegar við sjáum til dæmis samkeppnishæfni Evrópusambandsins, að þá lítur ekki vel út með það. Þau hafa ekki náð þeim markmiðum sem þau hafa lagt upp með. Unga fólkið, sem betur fyrir erum við ekki í þeirri stöðu eins og þessar þjóðir sem er í Evrópusambandinu. Við erum að sjá þetta hjá Miðjarðarhafslöndunum, því að hér er nefnt undir 25 ára. En ætlaðu að svíkja loforðið aftur? 50%, ég heyri að þetta verður í taugarnar á fólkinu sem vill ganga í Evrópusambandi. Og talandi um það, af hverju upplýsi Össur Skarphéðinsson okkur ekki um það? Af hverju, þegar hann kom og sagði við þjóðina, við ætlum að klára þessa aðildarviðræður á 12 til 18 mánuðum, af hverju gerði það ekki? Nú erum við í EES
Og það alveg vita hverju við þurfum að bæta við til þess að ganga inn í Evrópusambandið. En upplýst þú okkur fyrst um afstöðuna til þjóðaratkvæðagreiðslu? Getið ekki farið í samstarf við flokka sem að leggja áherslu á það að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald aðildarviðræðna? Ef þú sækjur aðild að Evrópusambandinu, leggur spurninguna, þá vegna svo viltfararnir. Okkar afstæði skýr, við telum hagsmunum sem betur borgið. Ég held hins vegar að það sé komið ágætt í því að búa til skilyrði fyrir stjórnarmyndunarviðræður, en afstæða okkur alveg skýr. Við viljum halda áfram með þessari braut. Við erum alþjóðasinnar. Við viljum frelsi í viðskiptum. Nú eru tækifærin að opnast, meðal annars út af Brexit. Það allt búið að vera stopp núna í fríverslunarviðræðum í heiminum. Við sjáum núna forsetaframbjóðina, þennan skelfilega Trump og Clinton, sem eru bæði búin að blása fríverslun að stórum hluta. Við viðhorf þeirra gagnvart TPP. Við sjáum beggja vegna Atlantshafsins sjáum við afstöðunarvarnir TTIPs, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. En bara til þess að fá þetta hreint, þið leggist gegn því að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi aðildarviðræður eftir kosningar? Það ekki á stefnu okkar að halda slíka atkvæðagreiðslu. En myndið þið leggjast gegn því? Það erfitt að svíkja loforð aftur og aftur. Já, svolítið. Það ekki á stefnuskrá okkar að gera það. En hins vegar verðum við að ræða Evrópusamband og tækifæri okkar í utanríkismálum. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við séum algjörlega meðvitað hvað felst í því að fara í Evrópusambandið. Og það sem betur fyrir að þjóðin ágætlega upplýst það, en við skulum líka taka þá umræðuna út frá þeim staðreyndum sem liggja fyrir. Og við skulum alveg vera meðvituð það að ef við göngum í Evrópusambandið, að þá erum við að sjá það og þess vegna nú óánægjan innan sambandsins. Það ekkert smá mál að land gangi út. Að þegar þú ert með fólk sem enginn kýs og þú getur ekki kosið út, sem eru með í skattafríðindum, skattleysi, það ávísun ákveðna vandræði sem því miður til staðar, en ég vona svo sannarlega að þeir ná að vinna sig út úr þessu, því að það okkar hagur að Evrópusambandið gangi vel. Hvaða stefnu viljið þið, til dæmis að stjórnvöld taki í málefnum Evrópusambandsins? Viljið þið taka upp viðræður að nýju við Evrópusambandið eða þessu umsóknarferli í rauninni endanlega lokið? Björt Framtíð, þið eru nú Evrópusambandssinnuð. Nei, það. Jó, við erum það. Við teljum að Íslandi myndi farnast vel innan ESB og við hræðumst það ekki að spyrja þjóðina. Og verði niðurstaða þjóðarinnar svo að við eigum ekki að halda áfram með aðildarviðræður, þá vinnum við úr þeirri stöðu. Verði niðurstaðan á hinn veginn. Þið vilja verið ráðist í þá þjóðaratkvæðagreiðslu? Við óttust ekki að spyrja þjóðina. Hvenær viljið þið fara í hana við að kosið eftir rúma viku? Við höfum svo sem ekki rætt dagsetningar, en ég sæi fyrir mér að það yrði gert á næsta kjörtímabili og þá samhliða til dæmis sveitarstjórnarkosningum. En við allavega óttust ekki að spyrja þjóðina og við viljum að þjóðin fá að taka þess ákvörðun. En hvernig metið þið stöðuna á ferlinu? Hvar finnst ykkur máli standa núna? Við erum í gilda aðildarumsókn. Þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu, að þá sendur umsókn og hún tekin fyrir í þjóðþingum allra landa og þú ert samþykkt sem umsóknarland eða ekki. Ísland hefur ekki beðið eitt einasta þjóðþing að draga tilbaka þessa samþykkt, þannig að það eru öll aðildarríki Evrópusambandsins búin að samþykkja Ísland sem umsóknarríki. Alþingi Íslendinga hefur ekki dregið umsóknina tilbaka og Evrópusambandið, allavega þeir fulltrúar hjá Evrópusambandinu sem ég hef heyrt í, þeir líta svo á að við séum umsóknarríki og umsóknin liggi á hillunni. Það eru auðvitað svona nokkur mál sem voru kannski háværari svona ykkar megin heldur en Bjarna, til dæmis í kosningabaráttunni. Ef við byrjum kannski bara á Evrópusambandinu, Benedikt, sko, ef maður les þennan kafla Evrópusambandið og þjóðaratkvæðagreiðsluna sem hefur verið talað og svona reynir að rýna aðeins í það hvernig þið hefur svarað því, þá hægt að álykta öðru sem svo að með þessu séu þið að í raun að viðurkenna þennan ómöguleika sem var talað hér á síðasta kjörtímabili? Nei, þetta horfir nú svolítið öðruvísi við okkur, en við sem sagt reyndum að ná meiri hluta fyrir þessu að sækja aðild. Nú bara fóru kosningarnar svo illa, það ekki meiri hluti fyrir því virðist vera á Alþingi að ganga inn í Evrópusambandið, en það gæti eins og verið meiri hluti á Alþingi fyrir því að sækja aðild. Nú erum við hins vegar í samstarfi við flokk sem hefur ekki verið fylgjandi því að undanförnum og hvernig á að samræma þessi sjónarmið?
þau eru samræmd með þeim hætti að málinu vísað til þingsins og flokkarnir munu virða það hver við annan að afstaðan sé mismunandi. Við skulum ekki gleyma því að árið 2009 þá voru þingmenn sem voru alls ekki ánægðir með það að vera að sækja aðild að Evrópusambandinu, nánast neyddir til þess að greiða atkvæði með því. Það fór ekkert mjög vel. Við teljum að þetta sé miklu betra að gera þetta með þessum hætti. En eru þið ekki að vissu við erum ekki að gefast upp með því að hafa þetta á seinni hluta kjörtímabilsins? Nei, það er nú ekki þannig vegna þess að meira að segja þegar við vorum í 5 flokka viðræðunum, þá tölum við alveg með sama hætti vegna þess að það er uppi svo óvissa í Evrópu út af útgöngu Breta að við töldum að það væri einsýnt að við erum að fylgjast með því og þjóðin ætti að vita hvernig niðurstaðan verður úr því áður heldur hún ákveður áframhald málsins. En Óttar, þá veltir maður fyrir sér sko, en ef að kemur fram tillaga núna og fyrir hluta kjörtímabilsins að kjósa, eru þið þá með þessu að segja að þingmenn stjórnarflokkana ég muni ekki veita þeirri tillögu, hún fá ekki framgöngu vegna þess að það eigi að takast á þetta seinna? Við teljum að það eigi að taka afstöðu seinna, já. En hvernig getur þið gert það? Er ekki þingmenn bundnir af samfæringu sinni og eru þið þá ekki raun að gera það sem að Benedikt var að vísa til með þingmenn Vinstri grænna að neyða menn til þess að taka ekki afstöðu fyrir ákveðnum tímapunkti? Nei, ég myndi nú ekki samþykkja það vegna þess að ég held að það sé nú sannfæring allavega mín og fleiri þingmanna sem að styðja það að halda að kjósa með þjóðaratkvæðagreiðslu að einmitt í ljósi aðstæðna vegna Brexit og svo framvegis að þá sé betra að sú þjóðaratkvæðagreiðsla eigi sér stað eftir sem sagt á seinni hluta kjörtímabilsins eftir nokkur ár. Þannig að nei, ég get ekki tekið undir það. Við börðumst fyrir því fyrir kosningar og höfum barist fyrir því lengi að það verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldið vegna þess hvernig haldið hefur verið á málinu, hvernig farið var af stað 2009, hvernig það þróaðist allt saman þegar að umsóknin var fyrst sett á ís, síðan í einhverju furðulegu ferli inn á þingi eða út af þingi, dregin til baka eða núlluð út einhvern veginn. Að við höfum verið sammála mjög mörgum öðrum flokkum það að næsta skref sé þjóðaratkvæðagreiðsla það að halda áfram viðræður og að það eigi að gerast eftir að við sjáum til lands. En eru þið ekki myndið að leggja þetta til að gera þetta seinni hluta kjörtímabilsins vegna þess að þið viðurkennið það að þessi ríkisstjórn, hún er ekki fær það að fara eftir þeim vilja ef að þjóðin vill halda áfram viðræðum? Ég skal segja eins og að það er alveg örugglega misjafn skilningur á því af hverju er betra að hafa það í seinni hluta kjörtímabilsins á milli flokkana en ég held hins vegar að það sé mjög skýrt og það var skýrt líka í viðræðum við aðra flokka í 5 flokka viðræðunum að það væri í ljósi Brexit og í ljósi yfirlýsinga Evrópusambandsins að það yrðu ekki tekin inn ný ríki næstu ár að þá væri gáfulegt að gefa þessu nokkur ár. Bjarni, ef þú hlustar á röksemdir þeirra núna fyrir því hvers vegna það sé ekki að þetta fari í þessa atkvæðagreiðslu strax eins og margir veltu fyrir sér, ertu þá ekki, lítur þá ekki þar með á að þeir séu í raun orðnir sammála því sem þeir gagnrýndu þig fyrir á síðasta kjörtímabili? Nei, þetta er nú kannski ekki alveg sama málið. Hver er munurinn? Já, það sem að við sögðum á þeim tíma var að það væri raun og veru fyrst og fremst vegna þess að það væri skýr meirihluti gegn inngöngu í Evrópusambandið hjá stjórnarflokkunum, 38 þingmenn og eflaust einhverjir fleiri á þingi og engin ráðherra í ríkisstjórninni sem væri tilbúin til þess að leiða eða taka þátt í viðræðum inngöngu í Evrópusambandið, að þá væri sú staða uppi þá. Það er allt önnur staða uppi núna varðandi þessi mál og bara endurnýja þing. Væri þessi ríkisstjórn líklegri til þess að takast á við það verkefni að fara í aðildarviðræður heldur en svo síðasta ef að svo er í niðurstaðan? Nei, og við höfum aldrei verið að ræða það, möguleikann á því að leggja núna fram aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Við höfum ekkert verið að ræða það. Það sem að umræðurnar hafa snúist er það hvort að það eigi með einhverjum hætti að leggja þetta álitamál fyrir þjóðina og mér finnst það að verið fara ágætlega yfir það hér að það sé margt í svona ytra umhverfinu sem mæli með því að menn bíðu og sjáu þar séu eins og mörg óvissumerki uppi og hafa verið færð mjög gild rök fyrir því
og það sem að stjórnarflokkarnir segja einfallega þetta og það verið að setja þetta í stjórnarsáttmálann vegna þess að þetta mál sem hefur mjög mikið verið í umræðinu og var rætt af mörgum flokkum í kosningunum. Það finnst mér bara heiðarlegt að setja það í stjórnarsáttmálann að flokkarnir eru sammála að komi slíkt mál fram á þinginu að þá ætti það heima aftast á kjörtímabilinu en þeir eru líka að segja meira. Þeir eru að segja að með þann meirihluta sem að þessir flokkar eru með þá vilji menn fá botn í málið þá. Það það sem er verið að segja á þinginu í samræmi við þingviljan og svo í þriðja lagi auðvitað að menn halda til haga sinni stefnu hver flokkur fyrir sig.